Hættir sagna skiptast í persónuhætti sem framsöguháttur, hittingarháttur og boðháttur og síðan í fallhætti sem nafnháttur, lýsingarháttur nútíðar og lýsingarháttur þátíðar. Skoðum þessa fallhætti. Nafnháttur er orðabókarmynd sagnarinnar og við þekkjum því að það fyrir framan nafnháttarmerki, að lesa, að hlaupa. Þannig að þegar við lesum eitthvað sem hann að hlaupa, þá sögnin í nafnhætti. Lýsingarháttur nútíðar, þá ekkert erfitt að læra hann, því að hann endar alltaf á andi. Hann alltaf lesandi, hann alltaf hlaupandi, hann kom gangandi. Lýsingarháttur nútíðar. Lýsingarháttur þátíðar. Hann beinist svolítið eins og í þolmynd. Hann beinist í kynjum og tölum og hefur því mismunandi endingar. Hann ekki bara eins og andi eins og í lýsingarháttur nútíðar. Ég hef lesið, hann lesinn. Þið sjáu það kemur hjálparsögn með. Strákarnir voru aldir uppi á sínum og ömmu. Lýsingarháttur þátíðar. Þannig að fallhættirnir eru nafnháttur, að lesa, að hlaupa. Lýsingarháttur nútíðar endar alltaf á andi og lýsingarháttur þátíðar sem kemur með hjálparsögn með sér. Ég hef lesið, þú hefur lesið, við höfum lesið. Hann lesinn. Nafnháttur, lýsingarháttur nútíðar og lýsingarháttur þátíðar, svokallaðir fallhættir.